Þannig að maður ætlaði að taka með sér vín, kona rúgbrauð og strákurinn kjöt-teflötuna og síðan voru þau komin og síðan var svo gott við og þau fóru labbítur og síðan komu þau aftur og síðan þannig sagði maðurinn: hver er búinn að drekka víninu mína? Ekki við. Hver er búinn að borða rúgbrauðið mitt? Ekki við. Hver er búinn að borða teflötuna mína? Þannig að þarna stendur mús út í horni sem segir tja. Þetta er þátturinn Á tali hjá Hemma Gunn og hér er kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Já, gott kvöld. Takk fyrir. Gott kvöld, ágætir áhorfendur land allt. Komið sæl á þessu fallega vetrarkvöldi. Við komum og byrjum þennan þátt með stæl og ég heyri nú ekki sjálfum mér, það er allt í lagi. En við ætlum að reyna að koma víða við í kvöld að venju og reyna að höfða til allra aldurshópa, annars er ekki kynslóðabil til hjá okkur. En hljómsveitin okkar er á sínum stað og svo auðvitað gestir mínir, ég fékk far með þeim hingað og það eru einmitt félagar úr bifhjólasamtökum lýðveldisins, Sniglunum, sem er í þokkalega góðu skapi. Já. Sniglarnir, hvað eru sniglarnir? Þeir eru algjörlega ólíkir, kannski einhverjum hópum sem eru mjög áberandi í öðrum löndum og nefnast þá gjarnan vítisenglar. Nei, hér eru það sniglar sem er fyrirmyndafólk og þeir stuðla að bættu umferðaröryggi og til dæmis tóku sniglarnir þátt í miklu átaki sem stuðlaði að 15% fækkun bifhjólaslysa. Frábært hjá ykkur, krakkar. En við snúum okkur að fyrsta atriðinu hér í kvöld og ég er auðvitað klæddur að hætti hússins eins og mínir gestir hér. Það er ung hljómsveit sem að slá rækilega í gegn í sumar. Það er hljómsveitin Spoon. Með laginu Tabú skelltu þeir sér í efstu sæti vinsældalista. Nú hefur þessi hljómsveit ákveðið að senda frá sér nýtt efni og við fengum hljómsveitina hingað með lag sem þeir kalla Brazilian Sky, er eftir Höskuld Lárusson og textin eftir Egil Lárusson. En sem sagt, Spoon með glænýtt efni og við heyrum lagið Brazilian Sky, hljómsveitin Spoon og söngkonan Emiliana Torrini. Dry under Brazilian sky.
Brazilian sanitary regulation. Sanitary regulation. Sanitary regulation. Under Brazilian sun. Já, þetta var hljómsveitin Spoon með splunkunýtt lag Brazilian Sky eftir Höskuld gítarleikara Lárusson og það var Emiliana Torrini sem að söng. En það er ekki eftir neina bíða, við draugum á eftir í skólatrenninu reyndar, en nú er það börnin, gjör það svo vel. Hvað gerður í sumar, Þröstur? Ég fór með pappa á sandspyrnu og hann vann og hann fekk 1 bikar. Pappi? Hver gaf honum hennar bikar? Hvað heitir þú? Sara. Akkur heitir Sara? Bara. Öxaði ána, árdags-ljóma, uppdreisti sjólif og skipist í sveit. Skjótum með fána, skellur og ljóma, skuldum á þingvöld og leitum og heit. Frá, bæði menn og þjóð. Strengjum stríðar böndum, klöppum saman höndum, stríðum við vorra þjóð. Áttu einhverja kærustu í skólanum? Já, Hildri. Hildur. Já, veit hún af því? Já. Ætlar að giftast henni? Já. Hvenær? Þegar hún er fullorðin. Hvenær verður það? Eftir mörg ár kannski. Hvað er það sem gult og rautt og hleypur? Ég veit það ekki. Banani með axlabönd að flýta sér í strætó. Er amma einn svona sterk líka? Amma mín? Já. Það breyðum. Já, en er hún sterk? Og hún er eldgömul. Hún getur kannski einu sinni loftað þessu. Nú, er amma en ekki sterk sem sagt? Ekki rosalega. Er hún eldgömul? Já, hún er rosalega gömul. Hvað er hún gömul? Hún er eitthvað 20 og 50. Í hvaða húsi var þessi randafluga? Þríbýlshúsi. Akkur finnst ég afrengar en Eyrar. Ég veit það ekki. Hvernig? Og það var strauja svo hringdi ég. Sterkar en ég? Á hverju segir þessu vilse? Á hverju heldur hún sé sterkar en ég? Veistu hvað? Það getur loftað dekki. Já, ég hef nú lyft húsi. Já. Pabbi minn getur lyft, hann getur lyft trölli. Já, ég hef nú lyft tröllskessu og trölli. Með einni hönd. Já. Pabbi minn hefur snúið trölli á lillaputta. Nú? Og hann mitti sig ekki neitt. Óli, af hverju ertu með svona falleg brún augu? Mömmu finnst svo góðar súkkulaðkúlur. Akkur setja hafringlas á stólinn út á kvöldin. Ég veit það ekki. Svo sólinn getur sest. Já. Það er ekki málið. Það er ekki oft gaman að rökræða við smáfólkið og alltaf ég gaman að fá þau í heimsókn. En á síðastliðinn sunnudag þá skellti ég mér í Þjóðleikhúsið en þar stundar hann yfir sýninga meðal annars á Snædrottningunni eftir Eugenie Schwartz sem byggt á ævintýri H.C. Andersen. Nú, það er skemmst frá því að segja, ég skemmti mér alveg konunglega þarna með öllu börnunum í leikhúsinu. Skemmtilegt ævintýri og þarna eru ungir kollungir leikarar í aðalhlutverkum, Gunnlaugur Eilsson og Álfrún Örnólfsdóttir
Og svo þarna sögumaður, skemmtileg nýbreytni og það Hilmar Snær Guðnason sem að gera honum góð skil. Nú Steinunn Ólína þarna alveg þrælgóð sem ræningjastelpa og svo skemmst frá því að segja að þarna allir helstu stórleikarar Þjóðleikhússins undir öruggri stjórn Andrésar Sigurvinssonar. Ég ákvað í kvelli að fá brot úr Snædrottningunni hingað í þennan þátt. Gjörið svo vel. Halló öll sömul. Ég sögumaður og ég í þann veginn að fara að dulbúa mig sem Grímúlf hinn grimma til þess að komast inn í ræningjapælið og bjarga henni Gerðulitlu. Úps, hvað nú þetta? Sæl mamma gamla, sæl gamla. Sæl, kippa. Komdu. Hvernig gekk veiðin, dóttir góð? Jú, ég skaut hænu og skóatverk. Hvernig gekk þér? Ég þarf ekki að kvarta. Gullvatn, 4 svarta gæðinga og stelpu. Stelpu? Hvar hún? Hérna hún. Heyrðu gamla geit, þú gefur mér hana. Já, ég mótmæli foringi, hún mín eign. Hver þessi gamla frosna fuglarhræð? Hvernig vogar þú gera það? Já, verð þú ekkert að rífa kjaft. Þú ræður engu hér. Komdu með mér og verð ekki hrædd. Ég þoli ekki fólk sem hrætt og fólk sem ég þoli ekki. Já, ég mótmæli foringi, hún mín. Góða mamma, skjótt þetta gamla grílukerti, ég má ekki vera að því sjálf. Og út með ykkur, út! Ég mótmæli. Þá skalt þú bara mótmæla einhvers staðar annar staðar væni. Já, ég mótmæli. Já, Grímúlfur hér, litli foringi. Já, það búum gerðu við hliðin á mér. Já, skal gert. Æ, hvað var þetta? Hann kleip mig. Heyrðu, hvað þetta? Af hverju varst að klípa hana? Ég var ekkert að klípa hana, ég var bara að hrista af henni kónguló. Kónguló, já, kónguló. Já, þú skalt bara fá að kenna á því að þú var að hrekja vinkonu mína. Ætlar ekki að fara að drífa þig? Jú, ég alveg að fljótur. Heyrðu, slappaðu nú af. Heyrðu, vertu róleg mín. Nei! Sástu hvað hann var hrættur? Jæja, Gerða mín, nú skulum við leggja okkur. Og þú mátt alls ekki strjúka frá mér. Mér langar til að lofa þér að fara, en ég bara get það ekki. Ég tími því ekki. Hugsaði bara að þú væri ég. Enginn til að leika við. Leggstu nú út af og farðu að sofa, alveg eins og skot. Svona. Ég sofna alltaf eins og skot, ég er svo fljót á öllu og það verður þú líka að vera. Ertu nokkuð með hníf? Ég? Nei. Nei, þú þarft heldur engan. Gerða, hvernig eiginlega eiga svona ömmu? Út kuldinn ljós og hlýja. Amma að baka rúsínu köku nýja. Ilun strýkur vanga. Enginn smitast af kvefinu sem að ganga. Já, bæði hlý og sól í sinni. Við suðandi keti líkast því maður finni. Að ylur og byrt betra en kuld og gatur. Best að vera í hlýjunni glaður og saddur. Ekki alveg hræðilega gaman að eiga svona ömmu? Já, þetta var brot úr ævintýrinu Snædrottninguna sem sýndir í Þjóðleikhúsinu og það var Álfrún Helga Örnólfsdóttir sem söng þarna í lokin. En það var skemmtilegt að vera í Þjóðleikhúsinu með krökkunum eins og ég sagði áðan, en það veitir nú við. Halló. Hemmi minn, Já, þetta ég. ert það þú að skammi? Já, Heyrðu, fer ekki þáttun að byrja? að byrja. Já,
Núna? Er hann að byrja? Núna? Í guðsbænum hemmi mig vertu þá ekki að hringja í mig, sko, minna að halda upp á snakki minn ef hann er að byrja. Ég ætla ekki að missa þarna klakadrottningun á því þarna. Sko, þú voru aðtöðust, ég tek alltaf miðvikudagskvöldin frá, sérstaklega til þess að horfa á sjónvarpið, elska mín. Og ég dreg fyrir slekkull ljós, tek síman af ansiki eins og niður dyrabjörnum, þannig ég byrði hemmin, vert ekki að pappa mér elsku hjarta mitt núna, þú veist. Minna, þú getur eyðilagt fyrir mér heilan hemma, þátti ég vil það ekki. Ég minna auðvitað tekið upp á vídeón og allt það, þú veist bara, en horfa það líka live in case, þú veist, maður veikist kannski, eða maður þarf að opna fyrir blómasendingu frá þér, eða þú veist kannski ekki maður frænka maður frá Noregi sem ekki séð mörg ár og hélt svo mikið upp á mann og svona. Hemmi skilur hvað ég er að fara, ég er að biðja elska mín að vera ekki að kvappa á mig svo verður ekki eins og hann hvað var sem að skrifa hann Óli frændiðinn, þú veist, í mokkanum sem hann skrifaði þig. Hvað þetta því? Hvað var það? Æ, þú veist, og hann sagði eitthvað að veri saltstaukur þjóðarinnar, manstu, og eitthvað svona öll þjóðin væri pínd til þess að horfa á þig hvort sem hann vildi eða ekki og börn og gamalmenni væri dregin fram á sjúkraganga, þú veist, til þess að horfa alltaf á þig og svona. Þetta er hörmulegt. Já, manstu ekki, bóndi er sandstólpi og ekki, kannski ekki alveg að markan Óla, þú veist, þannig á sem gleði í lífum, en allavega viltu spýtisútuðar hemmi með sem allar að segja, þú veist, ég meina ég er að pakka niður og svona við glúndrurnar að fara nefnilega, við erum að fara í flug í fyrramálið að versla jólagjafirnar, sko. Nú, til Dublin? Nei, Bolungarvíkur. Þú veist, verslum heima, veljum íslenskt. Já. Þannig að verður snöggur að skama, hvað var það sem ætlaði að segja? Ég ætlaði ekkert að segja þér. Ætlaði ekki að segja mér? Nei. Akkur þá hringi í melska mín, ég meina, þú heldur mér hérna í símann og ég er svoleiðis spennt á taugum og ætlar að segja mér eitthvað leyndarmál sem ég mátti alls ekki láta fara lengra. Ég meina, ég geti verið búin að missa heilu þætti með Hemma Gunn og þú lætur mig hangi í símann. Heyrðu, Bibba mín. Nei, veistu, þetta er allt í lagi. Hafðu ekki ágjur, ég veit alveg hvernig höfðu þetta, sko. Ég legg á núna, svo ég geti bara farið að horfa á þáttinu, ska mín. Þú hringi bara aftur í mig rólega leið og ég er búin að leggja á talarinn og símsvara minn sem ég verið þá búin að kveikja á og þú segir mig kjaftasöguna þarna hvernig hann var rekinn þarna Illúði og Gissur og Hólmsteinn og þarna, þú veist, þannig að þá get ég bara hlusta á hún og eftir og sagt glúntruna í fyrramálið. Bibba, þetta er gott. Heyrðu, ég segi þetta, sko, ég legg símsvaran í samband núna og set síman á. Vertu bless, elskan. Bless. Já, hún erfitt að hemja hana þarna á Brávallagötunni, en þá er komið að aðalgestur mínu hér í kvöld. Hún hefur heldur betur verið í fréttum að undanförnu og þetta er nú kona sem að allir telja sig þekkja mjög vel, en ég er ekkert svo sannfærður um það. Ég ætla að reyna að kynnast henni betur hér og nú. Bjóðum velkomna Jóhönnu Sigurðardóttur. Sæl Jóhanna og það er ekki smá fagnaðarlæti og velkomin. Blessar Hemmin, mér finnst þú hans er brattur. Átti ekki verið að skemmti þáttu, strákarnir segir sér bara fílupoki og skelli hurðum og svona. Rekja, býst nú valla þegar ég verði nokkuð skemmtileg hér í kvöld, er það? Ég hef tekið eftir í undanförnu og nú ræðum við það. En hver er Jóhanna bak við tjöldin? Þú voru nú bara að bíða eftir því, þá ætla ég að skrifa ævisöguna, vita það. Ég er nú búin að setja nafn á hana bak við byrða glugga stjórnarráðsins. En svona í alvöru talað að ég er nú búin að vera í stjórnmálum í 20 ár og vera alveg á kafi í stjórnmálum. Þannig að það er nú ýmislegt setið á hakanum, svona prívatlífið og sumir segir fórnin var mikið fyrir þessa pólitík og ég hygg að það sé nú rétt. Já. Sinni kannski ekki nægjanlega fjölskyldun og vinum og kunningjum. Og systir mín, tvíburasystir mín, hún segir nú stundum við mig hvernig nennur þessu bara. Og ég spyr mér nú stundum sjálfa að því, en þetta er baktería. Þú býrð sem sagt nú í dag með öðrum sinni þínum í lítilli íbúð á Hálendisbraut. Já. Nú ert þú líklega orðin ein áhrifamesta kona þessa lands. Finnurðu fyrir því, Jóhanna? Nei, sko þegar þessar skoðanakannanir eru að koma núna, þá eru strákarnir að þingja svolítið órólegi, þá finnir nú kannski svolítið fyrir því að maður gæti nú oft áhrif hér að gangmála. Já. En spólum aðeins tilbaka, þú fórst í Verslunarskólann, ekki varst í félagsmálaráðuneyti skólans, eða hvað? Ég veit ekki hvað er hægt að segja um það var nú ansi mikill svona agi í Verslunarskólanum. Pabbi minn var það nú kennari, kenndi það starffræði.
og hann kendi mér nú alltaf ákveðna leksíu vegna þess að ef ég lærði ekki heima þá stóð ekki á því, hann tók mig upp á töflu og lét mig standa á gati og glotti mjög. Það er gaman að því. Þannig að hann kendi mér svona ákveðin aga. En þú ferð ekki, Jóhanna, að láta eitthvað að þig kveða fyrir en þú raunverulega verður formaður flugfreyjufélagsins og þá hefur voru svona vandraða grípur fljótlega í augum svona stjórnenda loftleiða, ekki rétt? Hvað veist þú það? Ég er búin að grafa þetta. Er það ekki því sem að... Ég veit ekki, ég tók þátt þar mikið í félagsstörfunum sem formaður Flugfreyjufélags Íslands og þar launin voru lág og kjörin léleg, aðbúnaði lélegur, svo ég beitti mér nú svolítið í því máli, stoppaði einu svona flugvél í Prestvík 4-5 tíma og þeir voru nú ekki ánægðir með það. Svo lentum við nú í verkfalli þarna 66 og vorum þá að semja í Alþingishúsinu í Framsóknarherberginu og ég man að ég var þar í símaklefunum þar og ég bæði að ég var að semja og koma stappa stálinn í flugfreyjurnar til þess að þyrða að fara í verkfall, þetta var nú svoleiðis á þeim tíma og þeim leist nú ekkert á þetta sko mörgum forráðamönnum loftleiða þá sko og ég svona heyrði það að þeir höfðu verið að klaga í pappa hvort þið gætu nú ekki stoppa stelpuna en það gekk nú auðvitað ekki. Það gekk ekki, nú næstist upp. En snúm okkur aðlítið meira þér sjálfri persónulega. Nú veit ekki margir að þú ert tvíburi. Eru þið líkar systurnar? Við erum mjög ólíkar í útliti og hún er dökkhærð, myndarleg húsmóðir og svona bakar mikið. Ég kann það nú orðið valla. Þannig að við erum svona ólíkar, vissu leyti, já. Nú hefur það vakið athygli þessi silfurlitaða hár þitt og er þetta arfgengur litur? Já, þetta er í föðurætt og allir hafi ekki byrjað að grána svona 25-30 ára. Ég var áður með svona skollitað hár og ég man að hárgreiðslukona mín kallaði það svona góldtuskulit á hárinu og þá var ég fljót til og litaði með dökkarða. Ég hef nú aldrei held ég litað mig síðan, sumir segja nú ég sé mér litað hár. Já. En ég var verfið það, ég ekki fyrir alls fyrir löngu síðan að sumir hefðu nú áhuga á hárinu og það var veiðiklúbbur hér í bæ sem að setti sig í samband við mig og þetta voru veiðimenn sem nýttu sjálfur sínar flugur og þá hefðu þeir fengið þá flugu í hausinn að það væri veiðivon í því að fá gráa hári mitt til þess að nýta flugurnar. Þeir veittu nú mjög mikið á þá, þeir voru búin að skýra hana, ég man ekki hvort það var silver ghost eða white ghost eða eitthvað. Og ég lét á hafa svolítið hár úr mínu höfði, en þá var það stutt að það dugði ekki. Og nú þeir búin að senda inn beini þegar sjá að hárið að mér farið að síkka. Já, í flugur. Já. Jóhanna, þegar ég baði að koma hingað þá baði ég líka að velja eitthvað tónlistaratriði og þú valdir tónlistaratriði utan á landi og þetta er Tjarnarkvartettin sem að hefur vakið athygli mikla á undanförnum árum á óskildur Reykjavíkurtjörn í Svarfaðardal og þar eru þar ungkjón sem að hafa vakið athygli fyrir góðan söng og eru með að senda frá sig geisladisk með yfir 20 lögum og þau komu hingað suður og leyfa okkur að heyra brota því efni sem þau eru að senda frá sér og við tökum hjartanlega vel á móti Tjarnarkvartettinum. Móðir mín trónaði þvílíkri krá, þar þjónaði pabbi í laumi. Myrkvaða nætur hjá mömmu hann lá, og meit og mér lét hann í draumi. En pabbi var kominn úr kaupmannastétt, og konu hann festi sér ríka, en mamma satt eftir miðjuna þétt. Því mamma var aldrei huglíka, og mamma hún sagði það seinna við mig. Mér sýnist það dóttir mín góða, að hleypa þeim alls ekki upp undir sig, sem aðhyllist verslunar gróða, sem aðhyllist verslunar gróða, gróða, gróða. Allir kaprísveinar komið sláið mig hring á meðan ég mitt kveðju kvæði Katarínu litlu syng.
Látið hlæ og grát af gleði, gítara og mandólín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. Í fiskikof á kletta eynni, Katarína litla býr. Sirenur á sundi bláu, syngjum okkar ævintýr. Á vígðaskál í skuggum trjánna, skengt hún mér sitt kaprívín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. Með kórónu úr kapríblómum kringum mig hinn fyrsta dag. Að hæsta tindi hamingunnar horfðum við sólarlag. Þar dönsuðum við tarantella og teygðu lífsins guðabíl. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. En nú verð ég að kveðja Kaprí og Katarínu litli í dag. Horfa mun ég út til eyjar, einnum næsta sólarlag. Grátið með mér gullnu strengir, gítarar og mandólín. Ó Katarína, Katarína, Katarína stúlkan Góður söngur Jóhanna. Já, og þetta Tjarnarkvartettin úr Svarfaðardal sem að flutta okkur hérna smá brot af því efni sem það hafa verið. Við komum hingað með Geirharði Arnarsinni, stjórnanda sínum sem að er hollensku listamaður. Snúum okkur að þér Jóhanna. Sumir hafa haldið að þú væri stundum full alvöru gefin. Þó að mér fundi svona léttar yfir þér í seinni tíð. Ertu alvöru gefin, ertu grallari, hvað ertu Jóhanna? Já, ég hugsi að hafa nú gert svona alvöru gefnari með árunum. Ég hafi ekki verið meiri grallari svona í gamla daga, en ég held að blundi nú í okkur öllum einhver grallari, en ég er nú ekki eins mikill grallari eins og Hemmi Gunn, það er nú alveg. Nú, það er svona. Nú, en víkjum að þér, þú talar um grallaraskap, það hefur vakið athygli að þú hefur alltaf verið með þín bílamál í lagi, þau oft eru til umræðu hjá ráðherrum og þingmönnum, og þú ekur sjálf, ertu með bíladöllu? Nei, blessaðu vert, bara eða 4 hjól undir og ég kennst mína leið, þá er ég ánað. Kann varla að skipta dekk, strákurinn minn yngri þessu 17 ára þurfti að hjálpa mér að kenna mér að skipta dekk réttar að sagt áður en ég fór í hringferðina. En það var nú öðruvísi sko í gamla daga þegar ég var 20, þá kunni ég miklu meira á þetta. Þá átti ég gamla Chef fyrir 1955 módel. Og hann var alltaf bila, hann hafði einn galla, blöndungur var alltaf að bila í honum og maður þurfti að taka upp nálar og blása út nálarnar og svona. Og strákarnir voru alveg hissa, þeir göftu þegar þeir ætluðu að koma að hjálpa mér og ég sagði bara að ég var að hreinsa blöndungin sko. Þannig að sérðu hvernig tímandi breytast, nú kann ég ekki einu svona skipta dekk. En áhugamál önnur Jóhanna, ég sé þið ekki einhvern veginn fyrir mér sem íþróttafrík. Hver eru áhugamál? Já, strákarnir mín nú ekki ánægðir með það, þeir eru allir á kafi í íþróttunum. Ég er náttúrulega, ég fer stundum í sund og göngutúr og að því þú spyr nú um þetta og verði nú að segja hvað ég var plötuð til í sumar. Að það var trimklúbbur sem plataði mig til þess að fara með sér á Lakagíga í ferð þangað, 3 daga ferð. Og ég var plötuð á þeirri forsend að hér værum bara þægilega göngaræða, hálftíma, klukkutíma og síðan væri bíll til staðar til að taka svona viðvanninga upp ég hefði gæfist upp. Og ég lenti hvorki meira en ég minna en í 10 tíma stanslausu göngu upp fjöll og farandi yfir Gíga og fleira. Veistu það, ég var að lotum komin þegar ég kom þarna tilbaka. Bíllinn hann hafði fest eitthvað og gat ekki sótt viðvanningin. Ég þurfti að halda áfram, ég held ég að bara komist áfram á þrjóskunni.
og ég var, skal ég segja þér, ég held ég hef verið 10 daga ná mér þegar ég kom í bæinn, ég var með svo miklar haspörður, ég að fara í nudd og bakstra og ég var svona eins og nýrað kona sem hefur lengi búið við mikla gigt. Þetta var alveg svakalegt, ég þurfti að senka ferðin út á land og allt út af þessu. En þetta var hressandi. Þetta var hressandi. En þá, annað veikjum öðru. Þú hefur staðið oft í ströngu og ég man eftir því að þú stóðst í miklu stríði við tannlækna á sínum tíma, sem frægt var. Dróð það dilka eftir sér? Já, blessa, þú manst eftir þessu. Já, ég hérna var þjarma svolítið að mig, ég held að það var 1984-85, það var mér fannst dýr þjónustan hjá þeim og það var eitthvað út af skattamálum. Þannig að við lentum í miklum deilum og sko það sem ég lenti í hef mér náttúrulega svolítið alvarlegt. Ég hérna var farin að heyra það hjá vinum og kunningum sem voru að heimsækja tannlæknana að þeir biðu spenntir eftir því að ég kæmi í stólinn. Og ég segir bara alveg eins og ég þorði ekki. En þess að ég veit það náttúrulega þegar maður komin í stólinn til þeirra þá hafa þeir öll tök á manni að því lítið að býta á jaxlinn þar og skella hurðum eða gnista tönnum, þeir hafa öll tök á manni. Svo ég fór ekki til tannlæknis í 1,5 ár og þetta var farið að há mér mjög mikið. Svo var það 1987 fyrir kosningar á kosningaskrifstofu Alþýðuflokksins kemur ekki tannlæknir. Ég var alveg hissa. Kynna sér stefnu Alþýðuflokksins og ég mátti nú ekkert vera að því, bara pantaði tíma hjá honum á stundinni, hann hlyti að vera hliðhollu mér, minnst hann væri komið þarna, kemst ég að því að þetta barnatannlæknir. En ég lét mig hafa það og ég er búin að vera hjá honum síðan. Þú ættir að panta tíma fyrir mig þar. Nú, en tími okkar flýgur frá okkur, Jóhanna, það er búið að vera frábært að hafa þig hér í kvöld og svona örstutt að lokum, þá var hann Halldór Blöndal hérna hjá mér, manni síðastliði vor út af Íslands átækinu þarna að ferðast landið. Þá var hann að skjóta á þig meðal annars í vísuformi ásamt öðrum, skaut á svona samráðherra. Þú hefur svolítið orð. Nei, blessa, ég kann ekkert því ég neyddist að vísu til þessi síðustu þingveislu. Þá má maður bara tala í bundnu máli og þá var verið að yrkja svolítið húsaleigubætur og landbúnaðarmál sem þá voru á döfinni og hann hafði skellt þarna fram, ég held að það hafi verið þessum dúr. Ég er ekki sett til svars í sveitinni með kindurnar, ein í horni húkir þar með húsalegu bæturnar og ég hafði engin tök á svaranum nema í bundnu máli og gat sett saman einhverja vísu með hjálp fólks þarna við borðið sem að er nú varla hægt að fara með en hún var eitthvað svona: heldur það ekki, Halldór minn, ég hermannlega bæri landbúnaðar loðfeldin niður eftir læri. En býtum við, þá var hann fljótur en þess að hann kom og sagði: komin er hún kella sú sem að kratar flíka, kann hún ekki að yrkja líka? Jóhanna Sigurðardóttir, gefum henni gott lag. Hvað er nú? Já, komið sæl. Ég heiti Jóhanna P. Sigurðardóttir og er gagnrýnandi dagsins í dag og ég vil byrja á því að gagnrýna fólk sem finnur sig knúið til þess að apa allt eftir öðrum og stæla því einu og öllu og hefur smekkt til að mæta hingað í þáttinn hjá Hemma Gunn, rétt á undan manni seinlega gefa sig út fyrir að vera með sjálfur. Ég segi bara eitt þetta tilgerðarlega fyrirbæri sem ég næstum rakst á hérna á leiðinni: varist ódýrar eftirlíkingar. En gagnrýni dagsins í dag er ríkisstjórnina og verður það fljótt afgreitt því það hef ég bara eitt að segja: stórkostleg. Í núverandi ríkisstjórn er valið maður í hverju rúm og hver einasti ráðherra er algjörlega við gagnrýni hafin eins og þeir hafa þetta margoft bent á í ræðu og riti. Ráðherra okkur menn sem hafa bein í nefnu og þora að standa við það sem þið gera í stað þess að hlaupast undan merkjum eins og kollega þeirra í nágrannaríkjunum eiga til að gera. Til dæmis gerðist hann bara fyrir stutta norsk fjármálaráðherra Gunga sagði af sér bara vegna þess að hann hefði svikið stórfé út úr norska Landsbankanum. Og slíkt getur þetta aldrei gerst á Íslandi. Íslensku ráðherra myndi aldrei nokkurn tímann yfirgefa kjósendur sín og segja af sér á miðju kjörtímabili þó svo upp kæmist að hann hefði hreinlega brotist inn í banka og rænt hann. Hann myndi sitja sem fastast út allt kjörtímabil og hlæja gagnrýni endur íslenski ráðherrar þekktir allan heim fyrir kímnigáfu sína.
Við íslenski kjósendur viljum auðvitað stöðuleika og jafnvægi í íslensku stjórnmálum og slíkt jafnvægi næst aldrei ef ráðherrar eru sýnt og heilagt að segja af sig fyrir ómerkilegustu sakir. Ég skora á íslensku þjóðina að standa við bakið á ráðherrum sínum þegar þeir eru að missa niður sig og hvetja þá til dáða svo þið geti girt upp sig með bros á vör. Kjósum aftur sömu menn og sömu flokka því óbreytt ástand er gott ástand og alla breytingar af hinu vonda. Eða eins og gríski heimspekingurinn sagði, status quo í frið og ró. Takk fyrir kærlega. Þetta var óvænt. Já, þurfum ekki að vona þessu. En það er komið að því að fá meiri tónlist og rauðin er komin að ungum að kynna hér ungan og efnilegan söngvara sem vakti mikla athygli þegar söngleikurinn Grís var nú settur upp á Hótel Íslandi í haust. Þessi strákur er 18 ára gamall og stundar námi í fjölbraut í Ármúla. Hann kom hingað frá Portúgal og búinn að vera hér í rúm 6 ár. Talar íslenskuna reiprennandi og eins og ég segi alltaf við hann, þetta er okkar strákur. Fellur vel inn í krami hér hjá okkur og er frábær söngvari. Hann ætlar að syngja gamalt lag og honum til aðstóðar ef ég fengi 2 söngdrottningar, það er Ernu Þorvarðinsdóttur og Eddu Borg. Og nú kveðum við gamlan og gamalkunnan rocktakt við kynnum til leiks Nuno Miguel Caria með lagið Do You Love Me? Gjörðu svo vel! 'Cause I couldn't dance. But now I'm back to let you know I can really shake him down. Do you love me? I can really do. Do you love me? I'm in the mood. Do you love me? Now? Do you really love me? Now that I can dance. Watch me now. Þetta var 18 ára gamli Nuno Miguel Caria sem að söng fyrir okkur lagið Do You Love Me. Þá er komið að skólaþrennunni en það er komið að því að draga glæsilega vinninga í skólaþrennunni sem eins og allir ætti að vita er happdrætti og liður í átæki stúdenta til að fylla þjóðarbókhlöðuna af bókum. En þetta er skammið happdrætti þar sem að fólk getur unnið alltaf 2,5 milljón en á útsölustöðum þá er hægt að láta afrifur af þessum miðum í sérstakka kassa, úr þeim er dregið og var dregið í dag að viðstöddum fulltrúa sýslumanns og við rennum okkur fljótlega í það að tilkynna þessa 3 vinningshafa og ætlum að vera í sambandi við þá þeir verða að velja sér þar að segja vinningan og
þriðja vinning hefur hlotið Arnheiður Rán Almarsdóttir. Góða kvöldið, Alma. Góða kvöldið. Þú heyrir vel í mér? Já. Þú býr hvar? Á Grímsstöðum. Já, er ekki fallegt veður hjá ykkur? Jú. Já. Nú, þú hefur unnið hér þriðja vinning og hér eru þær stúdínna frá 1971 eins og við höfum séð áður sem að eru þær Bryndís og Anna Kristín og líklega Steindór hann í miðunni. En fyrir framan okkur hér eru 3 bækur. Það er Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness, matreiðslubókin af bestu list og Samtíðar menn, upplýsingar um ævi og störf 2000 Íslendinga. Nú þarf þú að velja þér eina bók. Já. Og hvaða bók ætlar að velja? Númer 2. Ha? Er það í miðjunni? Já, nú heyri ég ekki neitt. Í miðjunni? Í miðjunni, bestu list. Og það er geisladiskar, það eru 100 geisladiskar og gefum henni gott klapp. Frá Japís sem að þú hlýtur og ég óska þér innilega til hamingju. Takk. Og þá er komið að því að sjá hver hlýtur annan vinning hér hjá okkur. Það er, skulum við sjá, það er Kári Örn Hinriksson, 6 ára gamall og ég stóðst ekki mátið og fekk hann hingað í sjónvarpssal og bjóðum hann velkominn. Gefum hann gott klapp. Komdu blessaðu Kári og til hamingju. Já. Spilar þú alltaf í skólaþrennunni? Ekkert alltaf. Nei, en þú hefur áður verið svona heppinn? Nei. Nei, komin tími til. Kári, við skulum vita hvað hann Egill Eðvarðsson getur sýnt okkur þá möguleika sem er í boði. Þú getur í fyrsta lagi fengið að fá heildarverk Halldórs Laxness og Apple tölvu frá Apple-umboðinu og svo ferðavinning. Tölvan kostar 136.000 og svo er það ferðavinningum í ferðaskrifstofu stúdenta fyrir 2 til New York í 4 nætur, flug og gisting og það er auðvitað með flugleið. Já. Hvað vildir helst fá? Annarkvort frá flugleiðum eða tölvu. Já, nú eru hérna 3 bækur, Kári minn, Lífsmyndir skálds, og það er Sagan af Dimmalim og Steinn Steinar. Og hvaða bók ætlar að velja? Þessa. Dimmalim eftir Mugg. Og við skulum sjá, það er ferð fyrir 2. Það er ferð fyrir 2. Alveg eins og þú óskaði þér, Kári. Þú óskaði þér að fá ferð með flugleiðum með ferðaskrifstofu stúdenta. Þú ferð í 4 nætur, flug og gisting. Hverjum ætlar að bjóða með þér? Ég veit ekki. Það kemur bara í ljós. Já. Ég bara óskar aftur til hamingju. Kári Hinriksson, gefum hann gott klapp. Og þá er það bara fyrsti vinningurinn og við hellum okkur strax út í hann og þar var vinningshafinn, hún er hingað komin, 17 ára gömul Lísa Anne Líbungan. Gefum henni gott klapp. Sæl og blessuð og til hamingju. Hún spilar í skólaþrennunni alveg stíl. Og hér sérðu stúdínna frá 1971 og nú skulum við sjá bara hérna hvaða vinningar það eru sem eru í boði. Það er í fyrsta lagi 28 tómu Sony sjónvarp frá Japís, verðmæti 155.700 krónur. Í öðru lagi Apple tölva 475, Style Writer prentari, verðmæti 173.000. Síðast en ekki síst er það Hyundai Accent, bíll frá bifreiðum og landbúnaðarvélum, 1,3 milljónir. Hvað myndir helst vilja? Ég er ekki alveg viss. Jæja, nú átt að draga upp ermina, það er þjóðarbóklan, þessi glæsilega bygging sem við erum að fara að opna í fánalitunum, blá, hvít eða rauð. Og fá þyrla, Geri. Nú er að vanda sig. Ég held ég velju rauðan. Hún velur rauðan. Tölva með prentara. Bíllinn í miðunni. Tölva frá Apple-umboðinu, hún er hér með Star Writer. Þetta er verðmæti 173.000 krónur og þú átt ekki tölver það? Nei. Óskar innlega til hamingju. Já, takk ekki alveg. Gefum henni annað gott klapp.
Og að sjálfsögðu verðum við með svona útdrátt að hálfum mánuði liðnum og þetta er sem sagt skafmiða happdrætti stúdenta fyrir þjóðarbóklöðu. En þá er komið að síðasta atriðinu hjá okkur í kvöld og það er dægurlaga söngvari sem er nú ekki aldeilis á hverju kvöldi að tróða upp. Honum var ekki beinlínis en óbeint hafnað fyrir áratugum síðan þegar hann vildi gerast dægurlaga söngvari. Og ég leitaði nú til hans og ákvað að gefa honum tækifæri að koma hér fram sem dægurlaga söngvari. Hann tók þátt í síldaræfindunni þegar Norðurlandssíldin gekk á sínum fyrir árum hér og sem við munum nú ekki. Þetta er löngu fyrir seinni-gönguna og hann ætlar að njóta aðstoðar Eddu Borg og Ernu Þórarinsdóttur. Hann er hingað komið við skelltum, Villi Guðjón skellti saman 2 sjómannalögum, síldarvalsinum og sjómannavalsinum og hann lætur nú drauminn, hann er búinn að skemmta okkur í áratugi en nú sýnir hann á sér þessa hlið sem hann dreymdi alltaf að verða, það er að segja dægurlaga söngvari Árni Tryggvason, gjörðu þið svo vel. Og það má Syngjandi sæll og glaður til síldveiða nú ég held Það gaman á Grímseyjarsundi við glampandi kvöldsólarheld Þegar hækkar í lest og lest mitt skip við hávana fleiri og fleiri Svo landa ég síldinni sitt á hvað á Dalvík og Dagverðareyri Darabarabbadabadæ, darabarabbadabadæ Darabarabbadabadæ, Segir velkomin heim, þau verma hitt hugulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafin og heim, þá er hlegið við störfinum Seinna sumri hallar, súld og bræla þá held ég fleyið til hafnar, í rigningu skemmti ég mér. Á dunandi balli við spildandi spil og drasana fleiri og fleiri, við nóg nýleg og heillandi strönd. Aha, á Dalvík og Dagverðareyri. Segir velkomin heim, þau verma hitt hugulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim. Þá hlegið við störfin Frábært og þetta er Árni Tryggvason og ég, veistu það, við höfum fengið, við fáum náttúrulega fjölmargar óskir frá fólki allsstaðar á landinu efni í þáttinn og margir að biðja golnudansana og þarna sló maður, svo er þetta sjarmur líka, slóum þarna margar flugur í einu höggi með því að slengja þessu saman og fá snillingin hingað sjálfan. Smá truflunina. Já, býttu nú við. Þetta er smá gjöf hérna Sníklanir. Já, það er ekkert annað. Það er fyrst að þessi ágæta peysa hérna með Sníklamerkinu og náttúrulega það er ekkert annað. Trúarjátning Leikfélagsins aftan á. Já, og þetta er trúarjátning, já. Takk fyrir þetta. Og þessi fínast þetta. Þetta er Ofurbaldur, gefum hann gott klapp. Takk fyrir. Jó, en eins og ég var að segja á hann að þá
eru þetta óskir frá áhorfendum landar og við höldum bara áfram, tökum utanum bara næsta mann og höldum áfram að dansa og fram á rauða nótt. Yes. Takk fyrir hittust hálfum mánuði liðnum. Guður með ykkur. Bless, bless.